verkefni þurfa líka byggja á því sem á svæðinu, sé ekki verið að fara á skjön við eitthvað sem þarna og einkenni svæðið. Þannig að ef það mikið votlendi að það sé þá, kannski í forganggrunni að venda það og fuglalíf ef það Og þessi verkefni sem við erum að horfa á núna í sumar, sem menn skrá sig í logn 2020, að þau megi ekki vera of yfirgripsmikið. Við erum jafnvel bara að hugsa að bændur skrái og kortleggi svolítið hvað á bújörðinni sem þeir að vinna með og að búa á. Þetta getur verið gróður og vistgerð, þetta getur verið fuglar, getur verið einhverjir jarðminjar. Taka það svolítið saman, skoða verndargildi og hvort það sé eitthvað á válista. Og konum bara til dæmis síðast í gær. Við höfum líka víða dæmi hér á landi þar sem hafa hreinlega verið friðlýsingar á jörðum og hafa gengið mjög vel og verið í sátt við náttúru og samfélag. Og bara nærtækast eins og við svæðið þarna á Mýrum og Snæfellsnesi náttúrulega þjóðgarðurinn og síðan Ramsarsvæðið við Andakíl. Að það nær inn á bújarðir eins og til dæmis Hvanneyrar-búið inn á því svæði. Og saman getum við sagt líka Ramsarsvæðið við Mývatn að það nær yfir bújarðir og inn á landbúnaðarsvæði. Þar hefur þetta gengið, á þessum svæðum hefur þetta gengið yfirleitt býsna vel. En þetta form kannski passar ekki alltaf og þess vegna erum við að skoða þetta lognverkefni hvort við getum fundið jafnvel betra form eða eitthvað sem passar á aðra staði. Og þannig eins og ég hef sagt að við erum svona eins konar brú milli fagstofa og bænda eða svona millistykki sem að muna eftir þessum klóm sem voru mjög algengar í húsum sem voru byggð kannski á 8. og 9. áratug síðust aldar. Og þá þurftu menn að eiga til fjöldan allan af millistykkjum. En efni dagsins fyrst og fremst að fara í smá umræðu hvernig þá bændur geta notað náttúruauðlindir á bújörðum sínum svona á sjálfbæran hátt og án þess að skerða náttúruleg gæði og einkenni. Og hvernig þeir geta nýtt þessa auðlind. Og auðlindi byggist, eða náttúruauðlindir byggist í landinu fyrst og fremst. Við erum með beitarland, ræktunarland og síðan erum við með náttúruauðlindir eða einkenni svæða sem við erum að selja ferðamönnum. Og það alltaf einhver framleiðsla sem við erum að horfa á eða bændur horfa á. Þetta framleiðslu atvinnugrein. Og þá fyrst og fremst kannski í kjöti og mjólk og þetta náttúrulega það stærsta sem við erum að framleiða, mjólk til neyslu, bein og dilkakjöt sem hefur verið mest stundað og sem lengst. En síðan hafa verið að koma inn aðra afurðir sem við erum að framleiða og til dæmis eins og vistkerfa þjónusta. Þar sem við erum að búa til eða stuðla að einhverju sem í raun afurð og bætir til annarkvæmt lífsgæði eða leggur grunninn að til dæmis eins og búskapnum. Og þannig að þetta þarf að tengja saman og tengist í þessa hringrás og hringrásarhagkerfi í matvælaframleiðslu. En Berglind ætlar að fjalla það núna, þannig ég ætla að gefa henni bara stjórnina. Berglind, þú tekur við núna. Takk. Heyrðu, já, sem sagt, ég heiti Berglind, eins og Siggi kynnti mig, og ég sem sagt ætla að fjalla heiti míns fyrirlesturs bara hvernig við getum framleitt meiri mat, en
með lægra kolefnisspori. Og svo ætlaði ég aðeins að reyna að samtvinna það inn í umræðan fæðuöryggi og náttúruvernd. Og það sem sagt hringrásarhagkerfi sem þessi fyrirlestur byggir á. Árið 2050 þá gert ráð fyrir að mannfjöldi verði orðið 9 milljarðar sem þýðir það að það þarf að auka fæðuframleiðslu 25 til 70%. Gangi þessar spár eftir þá þýðir það með við þá framleiðsluhætti sem við notum í dag þýðir það samsvarandi aukningu á landbúnaðarframleiðslu. Það bæði korn- og grænmetisræktun sem og kjötframleiðslu. Hins vegar staðan þannig að ef að við myndum fara, þessi framleiðsluaukning, hún myndi bara að fara langt fram yfir öll þolmörk jarðarinnar. Þannig að á mjög stuttum tíma þá verðum við með svakalega sprengingu í losun gróðurhúsalofttegunda og við myndum ganga á ómetanleg og óafturkræfanleg vistkerfi ásamt því að lífsnauðsynleg næringarefni þau bara klárast og þetta gerist ansi hratt. Þannig að þá stóra spurningin, hvað hægt að gera og eitthvað hægt að gera í þessu? Og þeir sem aðhallast kenningar hringrásarhagkerfisins, þeir segja svari við því sé já, en það krefjist fyrst og fremst mikilla breytinga í þeim framleiðslu línum sem við þekkjum í dag og samstilltu átækis framleiðandi og stjórnvalda. Á hverri sekúndu í heiminum eru framleidd erum við að henda það bil 6 gámum af matvælum. Þessi matvæli lenda annaðhvort í landfyllingum eða ruslahaugum og losa náttúrulega frá sér alveg gríðarlegt magn af metani þegar þau byrja að brotna niður. Því mikilvægt að bóndi og matvælaframleiðendur eða bændur skoði hvað hægt að gera til þess að minnka þessa sóun. Það hins vegar staðreynd að það mun alltaf verða einhver úrgangur, hliðar eða aukaafurðir frá matvælaframleiðslu. Það hefur verið áætlað að hver borg í heiminum sé með það bil 600 milljónir tonn af lífrænum úrgangi og að einungis 2% af því sé notað aftur inn í aðrar hringrásir. Í matvælarhringrásinni þá eru þessi skrilljón tonn ekki lengur úrgangur heldur hráefni inn í aðra ferla hagkerfisins. Þannig að það sem ég að reyna að benda á með þessu að mjög mikill hluti þessar sóunar fer fram hjá framleiðandunum sjálfum, hjá frumframleiðandunum. Og að tækifærin þar til nýtingar inn í aðra matvælarhringrás eru gríðarleg. Ef ég útskýri aðeins hvernig matvælakeðjan versus og matvælarhringrásin. Þegar við erum að framleiða matvæli, þá erum við erum alltaf að framleiða matvæli fyrir neytendur. Og áður en að neytandinn fær vöruna, þá þarf hann að fara í gegnum matvælakeðjuna. Og eins og keðjan í dag, þá erum við að tala línulegt ferli þar sem við sækjum öll hráefni sem við þurfum til þess að framleiða afurðina eða aðalskepnuna frá náttúruauðlindum. Áður en að viðkomandi hráefni verður að einhverju rétti, þá fer hún í gegnum þessa keðju og hverju stigi hennar, eins og við sjáum hann á myndinu, bara í hverju skrefi, þá verður til alveg gríðarlega mikill úrgangur sem við þurfum að farga eins og gert í dag með núverandi umhverfisskaða og losun gróðurhúsalofttegunda. Ef við innleiðum hringrásarhagkerfið inn í matvælakeðjuna og breytum matvælakeðjunni í matvælarhringrás sem við köllum landbúnaðartengdu matvælarhringrásina út af því að það mjög mikilvægt að allir þátttakendur í keðjunni séu meðvitaðir uppruna hráefnina og samspil náttúru inn í hringrásinni. Landbúnaður kemur inn á það líka betur eftir myndar svo mikla miðju inn í kerfið, miðja kerfisins þegar við ætlum að nýta aftur lífrænan úrgang inn í keðjuna. Þannig að í matvælarhringrásinni þá hönnum við ferlana þannig að öll sóun takmörkuð, hvort sem það í framleiðsluafurðum, tækjabúnaði eða útblæstri. Það sem það óhjákvæmilegt að það myndist úrgangur, hliðar eða aukaafurðir, til dæmis búfjárskítur, ræktunarafgangar og framleiðsla eða hvað svo sem getur fallið til
mikilvægt að halda næringarefnum innan matvælarhringrásarinnar þannig að næringarefnin glatist ekki úr hringrásinni heldur haldist alltaf innan hringrásarinnar. Þannig að við erum alltaf að setja matvælaframleiðslu og viðhald mannkynsins í forgrunn en ekki það að við séum að nýta hráefnin í eitthvað annað. Þannig að ef að á að taka upp hringrásarhagkerfi og þessa aðferðafræði þá ljóst að matvælaframleiðslan þarf að vera miðpunktur og hreyfiafl í því að taka upp þetta nýja hagkerfi. Þannig að þá veltir maður upp af hverju erum við að tala landbúnað og hvað getur landbúnaðurinn gert til þess að verða hluti af hringrásarhagkerfinu. Í allri umræðu loftslagsmálin og umhverfismál áhersla á það að við verðum að hætta að borða kjöt. Samanber bara þá umræðu sem hefur verið í þjóðfélaginu og fjölmiðlum núna upp á síðkastið. Þar sem að kolefnissporið frá landbúnað og matvælaframleiðslu svo gríðarlega stórt. En þegar við förum yfir í matvælarhringrásina, þá gerum við ráð, eða þá sem sagt sýna þeir útreikningar miðað við það að við séum með þetta hringlaga kerfi, að dýr og búfénaður skipti máli bæði framleiðslu, við þörf á í framleiðslu á þessu lífsnauðsynlega prótíni sem við þurfum til að viðhalda líkamanum, en sé einnig mikilvæg hluti að hringrás lífræna efna. Lífrænu efnunum skilað aftur inn í matvælarhringrásina í gegnum landbúnað. Ef við byrjum á að þræða okkur í gegnum hringinn, sem hérna á myndinni, og byrjum á græna hlutanum, þá í dag á heimsvísu aðeins 30% af nytjaplöntum notaðar í neyslu, fyrir menn. Og þannig þá það 70%, rúmlega 70% sem fer bara í skepnufóður. Það hægt að breyta, hugmyndir hringrásarhagkerfisins í landbúnaði segja það að við framleiðum nytjaplöntur fyrst og fremst til manneldis, en sá afgangur sem verður eða hliðar og aukaafurðir séu þá notaðar sem dýrafóður. Ef við förum svo niður aðeins áfram í keðjunni, þá kemur búfénaður og sérstaklega kýr og kindur, þær beita land, hvort sem það hentugt til þess að rækta nytjaplöntur á, þær að beita land sem ekki hentugt til þess að rækta nytjaplöntur á. Þannig að þá erum við að nýta plöntur sem að öðrum kosti hefði ekki verið hægt að nýta inn í matvælaframleiðslu. Búfénaðurinn, hann gefur okkur svo mikilvægar afurðir, hvort sem það þá kjöt eða aðra nytjar eins og húsdýraáburður. Hann dýrmæt auðlind lífrænna efna, til dæmis niturs og fosfór sem auðga jarðveginn og þannig hægt að auðga landi sem svo notað áfram í nýstu hringrás. Sérfræðingar hjá Vatni skólanum í Hollandi, sem einn fremsti landbúnaðarháskóli í heimi, þeir leggja áherslu á sem í andstöðu við það sem flestir halda, að ef við fylgjum hringrásarhagkerfinu, sem alltaf að koma meira og meira í ljós, í rauninni eina lausnin til þess að framleiða allt þetta magna fæða án þess að ganga frekar á jörðina, þá þýðir sjálfbærni ekki minni búfjárframleiðsla, heldur þvert á móti getur verið fylgni á milli meiri búfjárframleiðslu og sjálfbærni. Og þetta hafa þeir reiknað út fyrir Holland og að öllum líkindum þótt að ég sé ekki búin að setja það upp í þessi kerfi sem að þeir nota til útreikninga, sama sagan á Íslandi, að við verðum að framleiða búfjárna til þess að halda sjálfbærni í matvælaframleiðslu. Þessi mynd kemur líka frá þeim og þar eru þeir að sýna hérna fram á það að lýðheilsuleiðbeiningar segja það að við þurfum 50 til 60 grömm af prótíni á dag til þess að viðhalda líkamsstarfsemi okkar. Og samkvæmt ef við fylgjum aðferðafræði hringrásarhagkerfisins, þá með þetta reynurinn gengur út á það að við borðum fyrst og fremst jurtafæði og svo borðum við prótín þannig að við erum að ná að uppfylla allavega 1/3 af daglegri prótínþörf frá dýraafurðum. Og hérna hægra megin á myndinni þá eru þeir að sýna fram á það að þegar við borðum þennan 1/3 hluta af þessari prótínþörf okkar frá dýraafurðum, þá þurfum við 25% minna landsvæði en ef við værum að fá allt okkar prótín frá jurtafæði.
Sem sagt, ef ég skipti þessum undirstöðuatriðum matvælahreinkunarinnar í fernt, þá það í fyrsta lagi það að við þurfum að fullnýta allan lífmassa sem kemur frá plöntum aftur inn í matvælahreinkunarina. Þetta sérstaklega mikilvægt af því að við erum að sjá fram á það núna að eftirspurnin eftir þessu lífmassa, hún að aukast til annarra notka en matvælaframleiðslu. Þú veist, það verið að nota þetta í plastefni og svo náttúrulega lífdísel eins og við erum að sjá hérna á Íslandi mikla aukningu. Í öðru lagi, þá verðum við að, eins og þetta í dag, þá framleiðum við skepnufóður í einni virðiskeðju og svo matvæli í annarri virðiskeðju. Þannig að við verðum að samræma ólíkar virðiskeðjur, þannig að næringarefni verði aldrei á úrgangi. Við erum aldrei að sóa næringarefni með lífmassa sem getur orðið aftur að matvælum. Og í þriðja lagi, þá erum við að nýta, við verðum líka að nýta þann lífmassa sem að óhjákvæmilega verður að úrgangi einnig inn í matvælahreinkunarina og þá sem sagt lagt til þetta að við gefum sem sagt þá dýrum sem sagt skordýrum úrganginn og þeir vinna þá úr því prótín sem svo fyrir skepnufóður eða sambærilegar hugmyndir með framleiðslu sveppamassa. Og í fjórða lagi á Íslandi, eins og ég kom inn á áðan, mikið landrými sem ekki hægt að nýta til matvælaframleiðslu nema með beit. Við erum þá að nýta plöntur sem að annars væri ekki hægt að nýta inn í matvælahreinkunarina og þá skiptir beitastjórnun alveg gríðarlega miklu máli. Þannig að ef ég tek þetta bara saman að þetta rosalega, ég að fara alveg rosalega hratt yfir alveg rosalega þungt efni, sem sagt af hverju skiptir matvælahreinkunarina máli, fyrir fæðuöryggi þá verðum við sjálfbærir með aðföng, til dæmis fóður og lífsnauðsynleg næringarefni, en það má samt ekki gleyma því að við þurfum alltaf eitthvert input inn í kerfi til móts við endurnýttur hráefni, til dæmis í tilbúnum áburði. Við þurfum ákveðið mikið magn, en ég ætla ekki að fara nánar yfir það, en ef ykkur hefur áhuga á því að sjá útreikninga fyrir það, þá ég með þá. Í sambandi við losun gróðurhúsalofttegunda, þá náttúrulega ljóst að öll ræktun hefur kolefnisspor og ljóst að ef við getum framleitt meiri mat úr sama magni lífmassa, þá drögum við úr kolefnisspori matvæla. Og svo þessi spurning, af hverju tengist þetta náttúruvernd? Hvaða tækifæri felast í þessu? Og ávinninguna hringrásarhugsun í landbúnaði felst náttúrulega bara í fjölbreyttari framleiðslu, umhverfisvænni nýtingu jarðvegs og vatns og bættri landnotkun. Og stærsta breytingin sem við þarf að vera til þess að koma á þessu hringrásarhagkerfi, það í rauninni að við þurfum náttúrulega þá að fara að hætta að hugsa allt í línum og fara að hugsa allt í hring, alveg sama hvar í virðiskeðjunni við erum stödd. Það sem að landbúnaðurinn þarf svolítið að hugsa ef það á að fara út á þessa braut, að fara að skoða hringrásarhagkerfi í fullri alvöru, þá þarf að vera samstaða vinnslu aðferðir hráefna og á hvaða formi hráefnin þurfa að vera til þess að nýtast sem best aftur inn í matvælahreinkunarina. Og það ekki skynsamlegt að einblína á einhverja eina vinnsluaðferð eins og til dæmis bara moltugerð. Við þurfum að meta mjög heildstætt hvaða þarfir landbúnaðurinn með tilliti til endurnýtingar á hráefnum aftur inn í hringrásina. Þannig að ég held að ég sé bara búin og þakka fyrir. Vonandi hefur þetta feikt ljós á einhverjum mikilvægi hringrásarinnar í matvæla þættinum. Þannig ég gef þér bara aftur orðið. Siggi. Já, takk fyrir Berglind. Ég ætla að biðja Snorra bara að skella sér í sitt efni. Hann náttúrulega að tala áburðarnotkun og ræktun á landi eitthvað. Gjörðu svo vel, Snorri. Já, góðan daginn. Snorri heiti ég sem sagt og vinn aðalega sem jarðræktarráðunautur hjá RML og ég ætlaði svona aðeins að spjalla við ykkur áburð og áburðarpælingar og þá bæði venjulegan tilbúin áburð og lífrænan áburð, fyrst og fremst þá búfjáráburð og svona
hvernig hægt að skipuleggja slíkt betur á bújörðum eða þessa, já. Kannski að fyrsta, sko, hvernig þetta tengist náttúruvernd og þeim pælingum, við vorum með í vetur námskeið í loftslagsvænum landbúnaði til dæmis, þar sem var í rauninni verið að fara yfir svona, okkar hluti var svona að fara yfir hvað væri hægt að gera inn á búum til að draga úr eða minnka sótspor frá landbúnaði. Og frekar stór þáttur í því er áburðarnotkun. Og sótspor áburðar felst í áburðarnotkuninni, þar segja það losnar glaðloft við notkunun á áburðunum, en einnig flutningur á áburði og framleiðsla á honum hefur spor í för með sér. Í aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar verið að horfa á til dæmis að reyna að draga úr notkun á tilbúnum áburði, og svona miðað við núverandi framleiðsluhætti þá kannski fyrst og fremst hægt að horfa á bætta nýtingu á öðrum áburðarefnum sem falla til á búinu. Og hérna kannski fyrst og fremst að tala eins og búfjáráburðinn, að reyna að bæta notkunina á honum. Milli bæja mjög misjafnt hve vel staðið að notkun á búfjáráburði sem fellur til í rekstrinum. Og það sem kannski best, það þarf kannski að horfa fyrst og fremst á þá hvenær honum dreift við hvernig aðstæður, og svo vita hver mikil áburðarefni eru í áburðinum. Slíkt þyrfti að gera þá alltaf með efnagreiningum. Kannski til að byrja með það þarf að reyna að auka nákvæmnina í að meta áburðarþörfina á tún og akra. Og það kannski fyrst og fremst gert með því að bændur hafi efnagreiningar á heyi og jarðvegi. Það svona gefur töluvert meiri nákvæmni í því hvernig hægt að meta þarfinnar. Ef maður hefur engar sérstakar efnagreiningar á bakvið sig, þá endar maður oftast á því að nota einhvers konar viðmiðunarskammta. Og þannig að það breytist oft mjög mikið í áburðarsamsetningunni eftir maður fer að geta lesið úr efnagreiningum. Og svo það rauninni aukin nákvæmni í dreifingu. Það þá stillingar á dreifurum eða reyna að auka nákvæmnisdreifingu með nýta tæknina í því. En kannski fyrst og fremst kannski hugmyndina að ég held að það sem fólk ætti alltaf að byrja á í þessum sambandi að reyna að gera nákvæmar áætlanir þau efni sem við ætlum að setja á ræktarlandið. Eins og ég geri þetta þegar ég byrja að gera áburðaráætlun fyrir fólk, þá setjið ég yfirleitt alltaf upp túnalistan og reyni að fá einhvers konar flokkun á stykkjónum, eftir gæðum og þá rauninni uppskeru væntingum. Þannig að það sé ekki verið að kannski sóa eða setja mikinn áburð á lélegu túnin og gera frekar vel við þau tún sem eru nýleg og hafa meiri möguleika á að skila góðum vexti. Einnig svona sem kannski flestur eru farin að gera orðið í dag, það er að halda utan áburðar eða uppskeru sögu, þannig að maður viti svona aðeins hvað hefur verið að skila hverju, og oft gott að geta séð hvað var borið á árið áður og hver uppskeran var þegar verið reynir að meta þarfinnar. Búfjáráburðurinn þarf að taka tillit til þess og reikna inn í. Það eru maður heyrir það í einstaka tilvikum að hann sé kannski ekki nógu vel tekinn með í reikningin. En þegar verið að reikna með honum, þá þarf líka að
taka mið af til dæmis nýtingarhlutfalli hans, hversu vel við getum áætlað að hann sé að nýtast. Algengt að við séum með áburðargjöf að hluta til utan vaxtatíma. Og þá þurfum við í rauninni að taka tillit til þess og miða við að við séum ekki að fá allt út úr þeim áburði eins og við hefðum fengið ef hann verið á besta tíma, settur á besta tíma. Allavega, maður reiknar hérna, ég vil alltaf að setja hann inn í og það eru til viðmiðunargildi hvaða efni eru í búfjáráburði, en við erum mikið að hvetja til þess núna undanfarin ár að fólk taki efnagreininga síni úr búfjáráburðinu sínum til að rauninni að vita stöðuna á honum og ég mæli eindregið með að Eiríkur Loftsson skrifaði flotta grein í Bændablaðinu núna sem kom síðast innihald til dæmis kúamykju. Þegar búfjáráburðurinn er komin inn í svona áætlun þá fyrst getum við að fara að horfa á hvaða tilbúna áburðum vantar upp á móti. Notkunin á búfjáráburðinum hefur mikinn ávinning og við þurfum að horfa á búfjáráburðin sem einhvers konar auðlind. Fyrsta lagi náttúrulega lækkar hann verulega kostnaðinn í við áburðargjöfina á heimabúunum auk þess sem hann náttúrulega í heildina þá minnkar kolefnisspor búsins og auk þess sem hann bætir töluvert jarðvegsgæðin. Það fylgir með í búfjáráburði auk þessa hefðbundnu næringarefna sem við erum að tala þá að sjálfsögðu mikið af lífrænum efnum sem brotna hægt niður og rauninni bæta uppbyggingu jarðvegsins. Þannig að þetta getur haft mjög góð jákvæð áhrif á rauninni ræktun á moldina að nýta búfjáráburðinn sem best. Eins og ég talaði áðan þá náttúrulega nýtingarhlutfallið svolítið breytilegt miðað við dreifitíma og svo dreifibúnað. Til dæmis á Íslandi algengast að við notum svokallaða bunudreifingu þar sem mykjunni rauninni sprautað á svona platta og dreifist þannig upp í loftið örlítið og leggst svo yfir grasvörðin eða akurinn. Niðurlagning með svona slöngum sem kannski orðið langalgengasta aðferðin erlendis. Hún til dæmis að gefa töluvert betri nýtingu og minna tap á næringarefnum úr mykjunni þannig. Utan vaxtatíma náttúrulega verri nýting en auk þess þá erum við komið töluverða hættu á afrennsli. Það er að segja að við töpum næringarefnum út í til dæmis bara skurði og vötn með hættu á þá mengun þannig. Það er nú svo sem ekki mikið verið skoðað á Íslandi hvað að fara út af túnum, en það var gerð ein stór rannsókn á Hvanneyri fyrir allnokkrum árum þar sem kom í rauninni í ljós að þetta var kannski fyrst og fremst þetta tap út í skurðina var fólgið í því að í einhverjum svona asahlákum yfir veturinn þar sem mold og jafnvel skítur var að renna út af túnum þá. Aðstæður skipta líka aðeins máli. Ef það er mikill vindur, hátt hitastig, mikið þurrviðri, þá erum við að tapa meira af ammoníunum úr skítnum þegar við erum að bera á. Þannig að það er rauninni logn, tiltölulega kalt og blautt eru kjöraðstæðurnar. Og svo það þynningin á mykjunni sem getur skipt miklu máli. Ef við náum að þynna hana niður í kannski 3–4%, 4,5% eitthvað svoleiðis, þá rennur hún mun betur ofan í jarðveginn og við náum betri nýtingu. Og ættum þá að geta dregið úr aðkeyptum afurðaefnum í staðinn. Það er
mikill breytileiki milli búa, hvaða efni í skítnum og skíturinn vissulega hlutfall af því sem skepnan innbyrðir. Fóðrun misjöfn á bæjum og kannski það sem kannski svona stæðsti breytileikin þurrefnisprósentan. Það mjög misjafnt hversu mikið vatn fer saman við þennan búfjáráburð og þess vegna erum við að leggja mikla áherslu á að fólk taki efnagreiningar sýni úr áburðinum. Þessi mynd úr þessari grein sem ég talaði áðan frá honum Eiríki sem í Bandablaðinu, en þetta sem hún sýnir í rauninni bara efnagreiningar frá 5 búum og svo viðmiðunargildi sem í forritinu Jörð sem við notum til að gera áburðaráætlanir. Og hérna verið að miða við þessi borið á 30 tonn af kúamykju af þeim áburði sem til á þessum búum og hvað við fáum í staðinn. Ef við tökum fosforið sem bláu súlunar, þá mjög algengt að við sé verið að miða við að við viljum fá svona kannski 18 til 25 kíló af fosfor og í sumum tilfellum fáum við það mun alveg vel yfir það og hafum ekki þurft að kaupa fosfor í tilbúna áburðanum á móti, meðan í öðrum tilfellum þurfum við vissulega að bæta eitthvað aðeins upp. Þetta svona til að sýna breytileikan á milli bæja í þessu. Hérna rauninni bara sambærilegar myndir til að sýna þennan breytileika. Þetta hérna erum við hins vegar komið með kindatað og aðeins minni skammta. Þar einmitt sama breytileikin gríðarlega mikill og þar virðist kannski fyrst og fremst að fara, það sem kannski stæðsti breytileikin þar virðist vera að koma inn hvernig hann geymdur. Oft talið látið standa úti og brjóta sig og til að það nýtist betur þessi þægilega að dreifa því. En þá þarf maður að taka tillit til þess að það breytir, það getur gert áburðinn rýrari að gera slíkt. Svo rauninni að gera að einmitt að nýta tæknina og þeir bændur sem hafa til dæmis fjárfest í GPS-tækninni í sambandi við til að dreifa áburði segja að það skilir sig mjög hratt, sérstaklega með tillit til þess að það bara rauninni að fer akkúrat það sem áætlað var á túnið og auk þess sem við erum að hætta að missa eins mikið út fyrir spildurnar. Því að ef við erum með áburðardreifar sem með búnaði sem lokar fyrir útköstun eða ef við erum að krossa eða ef við erum með overlapp í áburðardreifingunni, þannig að hann lokar sé ekki kastað yfir allt, þá erum við að ná töluverðu niður í áburðarmagni, getum við náð töluverðu niður í áburðarmagni. Það þarf ekki endilega að fara kannski í fulla GPS-tæknina, það til dreifar náttúrulega með svona jaðardreifingabúnaði og þess háttar sem einmitt hjálpar okkur líka við að ná meiri nákvæmni þessu. Og svo að gera að reyna að gera bakkapróf á dreifurum sínum, þar að segja til að vita hversu nákvæmur hann og hversu vel stilltur hann er. Stillingar á dreifurum getur skipt gríðarlegu máli í að reyna að spara sér áburð. Þeir sem voru fyrirlestum í gær, þá förum aðeins inn í ræktunarjarðveginn, þá var talað svolítið votlendið og fór inn í framrestar mýrar og þær ræktun á slíkri jörð hefur í för með sér losun á kolefni gegnum svona þess að kallast jarðvegsöndun. Þetta eru oft bestu túnun oftar en ekki með betri túnum á hverjum bæ og þannig að það eðlilegt að fólk vilji sjálfsögðu halda þeim sem bestum, en til þess að ná að nýta
ákváðan af þessari jarðvegsgerð, þá skiptir máli að framræslan sé góð í kringum þau tún sem áætlunin að nota. Þannig að við náum í rauninni sem mest út úr hverjum hektara mest út úr þeim hektarum sem ætlum hvort sem að nota. Og einnig að við reyna að viðhalda sýrustiginu í slíkum túnum sem oft frekar lágt hér á Íslandi. Nú, svo erum við náttúrulega líka með ræktun á öðrum jarðvegi og það kannski helsta sem að þarf að hugsa þar ef við erum með til dæmis valllendisjarðveg að íslenskur jarðvegur með frekar litla samlóðun og getur þess vegna verið mjög hætta á að við förum að fá fjúk eða afrennsli út úr slíkum jarðvegi ef hann haldið opið lengi og þess vegna myndi ég kannski leggjum kannski sérstaka áherslu á í tilfelli valllendisjarðvegs að forðast haustplægingu eins kostur er. Almennt má segja að frá umhverfissjónarmiðum séð þá ættu kannski að forðast haustplægingu svona almennt en vissulega hún stundum nauðsyn en þetta alls ekki að vinna með slíkt í fokgjörnum jarðvegi. Já, þetta rauninni bara sem ég var að segja með umyrði ræktarlandsins að það rauninni mikilvægt að það sé passað upp á sýrustig, framræslu og að halda áburðargjöfinni markvissi til þess að viðhalda sáðgresinu í túnunum. Sáðgresi gefur mun betri svörun við áburðargjöf þannig að við fáum í rauninni meiri uppskeru á hverja flatareiningu og þá gefur þessi þá mögulega gefið möguleika á að færa eitthvað færa land úr þeirri notkun ef slíkt hentar. Getur gefa möguleika, við komum svona rétt út möguleika á því að vinna ekki á einn stóru svæði ef það hentar. Og einnig að reyna að vera með gott skipulag á endurræktun og vera með ræktunarskipulag í gangi. Nýlega endurræktu tún geta verið að gefa alltaf 25% meiri uppskeru auðveldlega. Uppskornar fóðureiningar á flatareiningu auðveldlega ef vel af því staðið. Það svona það sem ég ætla að spjalla í dag. Siggi, vilt þú tekur við? Til þess að við höldum áfram þá annar hlutur sem snýr að þessari náttúruauðlindum, það beitaland sem að Berglind kom svolítið inn á líka og notkun því byggir mjög mikið, eða búskap byggir mjög mikið á notkun á beitalandi og oft veldur hagkvæmni búskapar á því að aðgengi að góðu beitalandi. Ég ætlaði nú að fá hann Árna Bragason til að halda smá tölum þetta, en hann komst ekki, hann í Sauðburði, en ég bendi hérna á, hann var með fyrirlestur daginn, 21. apríl og þetta í fyrirlestarröð og verður sett á heimasíðu RML núna, hvort það verður í dag eða í næstu viku, ég þori ekki að lofa því, en það allavega áhugavert að skoða það. En beitalandi getur við raun skipt í tvennt. Við erum annars vegar með svona úthagabeit og afréttir og síðan beit sem svona nær heimahúsum. Úthagabeitin oft þannig að þar eru kannski landamæri og girt, þetta getur verið sameiginleg lönd og skepnur geta þá gengið nokkuð ófrjálst. Þannig að það getur verið mjög hagkvæmt að beita ef við höfum aðgengi á svoleiðis landi. En beiti heimalöndum krefst meiri stjórnunar og jafnvel þá kostnaðarsamari ef það þarf að gera það mikið til að halda skepnum á réttum stað. En beitin
þarf alltaf bóndi þarf alltaf að hugsa þannig að beitin sé sjálfbær og þarf að halda beitarálagi þannig að landið þoli það. Og það getur verið mikill breytileiki í beitarlandi og til þess að þekkja beitarþol eða hversu miklu beitarþunga má beita að þá þarfnast að þekkinga bæði heimamanna og síðan sérfræðinga og það eru til dæmis til mjög góða leiðbeiningar hjá Landgræðslunni sem að bæði hrossahaga og sauðfjárhaga sem eru svona til leiðbeiningar hvernig best að haga beit, svona viðmiðanir. En góð beitastjórnun byggir á að beita á réttum tímum og það hefur verið sýnt fram á að góð beit og regluleg beit, þetta viðheldur bæði líffræðilegan fjölbreytileika samanber búrrenverkefnisins sem við fengum kynning á hérna daginn. Og eins hafa verið rannsóknir sem að benda á að oft hefur þetta jákvæð áhrif á kolefnisbindingu, það er meiri kolefnisbinding í jarðvegum ef það er hóflega beitt landið og sjálfbært beitt. Ef við förum í það á óbeitaland þá er það í fyrsta lagi oftast dýrt. Það er oft mjög dýrt að ná því aftur í fyrra horf. Og afurðir búsins minnka. Það er bara minni gras til að vinna úr, til að umbreyta í fóður. En síðan getur of lítil beit líka verið til vans að það safnast upp mikill lífmassi og þetta getur skapað eldhættu og þetta getur dregið úr líffræðilegum fjölbreytileika í gróðursamstundingu. Og til dæmis eins og hann Brendan sem var með kynningunum búrrenverkefni daginn nefndi að menn víða í Evrópu gera jafnvel út með sauðfjárhjarðir eða hjarðir annarra dýra til þess að beita svæði til þess að minnka þennan lífmassa, nota hann og breyta hann þannig yfir í fóður. Og við getum líka nefnt sem dæmi að það eru mismunandi þarfir eða dýr sækja í mismunandi gróður og til dæmis og mismunandi tímum til dæmis sækja sauðkindin alltaf í nýgræðing og leitar í það. Þannig að það getur verið mjög æskilegt og haft mjög góð og jákvæð áhrif á land að það sé blönduð beit, beitt bæði með stórgripum og sauðfé. Sauðfé til dæmis étur kerfil og meðjurt sem að myndi jafnvel annars taka yfir og önnur dýr éta síður. Eitt af því sem mikið notað og hefur verið notað og verið bent á því þessum leiðarvísum sem að Landgræðslan gefur, það er svokallaðar vísiplöntur og þetta þá plöntur sem að sýna hvort að sé ofbeit ef þær fara að sýna sig meira þá eru það vísbendingar að það sé ofbeit þar sem að þessar skepnur sem þar býta eins og það væri eins og ef við tölum sauðkindinnar þá og byrja þær á ákveðnum tegundum og skilja þessar tegundir eftir, þannig að þær verða svolítið ríkjandi og mest áberandi í landinu. En þetta krefst ákveðna þekkingar náttúrulega að nota vísiplöntur sem svona leiðarvísir og menn þurfa að vera þá vel læsir í landið. Það er lykilatriði í raun að góðri beitarstjórnun. Og hér dæmi bara hvernig þetta sett eins og upp í þessum bæklingi eða þessum ritum frá Landgræðslunni. Sauðfé til dæmis sækir mjög mikið í gulvíði og loðvíði og þessar plöntur. Og eins má nefna burnirót, eirakvönn, hrútaber, að þetta hreinsar hún jafnvel fyrst og þessar plöntur finnast ekki nema það sem að sauðkindur kom ekki og Iðunn nefndi mitt í gær að með belg, íslensku bönagrösin eða belgplönturnar sem þau eru að nota að það þurfa að friða fyrir sauðfé til að geta nýtt þær. Ég talaði aðeins þetta í byrjun og þetta HNVF landbúnaður og
Og þetta svona þessi aðferð sem við byggjum þetta verkefni á, að við erum að nýta land á ákveðinn hátt og við erum að reyna að styðja við landbúnað og þá notkun sem á landinu. En á sama skapi viljum við í verkefninu styðja undir fjölbreytileika í náttúru og í tegundum og halda einkennum viðgangandi. Svona í lokin langar mér aðeins að nefna hérna, að slá upp nokkrum dæmum sem eru fleiri en það sem við erum búin að nefna hérna undan, að dæmi sem þetta að gera til dæmis í náttúruvernd í tengslum við búskap jafnvel að stilla bara heyskapatíma eða sláttuaðferðum. Við höfum eigum mjög erfitt með að stilla kannski heyskapatíma hér á landi. Við þurfum oft að nota þá glugga sem okkur gefst og ef það er þurrkur þá viljum við fara út og slá og nýta það og eins viljum ekki að gras bretti úr sér, sérstaklega ekki kúabændur. Það kannski þeir sem eru með hross og sauðfé, þeir geta leikið sig kannski meira með því að færa heyskapatíma aftar. En það er líka hægt að breyta bara hvernig við vinnum, hvernig við sláum. Og ein aðferð er að byrja í miðju eða byrja á öðrum enda og færa sig síðan þá út til jaðrana eða til hinn í hinn endan. Og með þessu geta þá fuglar eða villt dýr farið undan og komist út úr jöðrunum og náða að forða sér áður en að sláttuvélin fer yfir. Svo sá ég hérna þessa mynd líka, mér finnst hún svolítið fyndin, en þetta er nú kannski mjög óhentugur útbúnaður hér á landi nema að sé bara mjög stór tún. En fannst hún bara svolítið sniðug, þannig ég skellti henni með. Síðan getur verkefni verið hreinlega bara að kortleggja jörðina svolítið og kanna tækifærin, hvort það séu einhver tækifæri til náttúrunni bara til að grípa og auka tekjur búsins. Það er smá nýsköpun. Víða erlendis er mikilvægt upp úr að gróðuröndur, til dæmis á vatnssvæðum eða skurðbökkum, að þeim sem viðhaldið til að draga úr svona sem bufferar til að draga úr útskólun áburðarefna. En síðan er náttúrulega eins og Snorri kom inn á það er náttúrulega, við viljum áburðin fari í túnið, við viljum að fara í ræktarlandið, ekki út í villigróðurinn. Annað sem er líka víða gert, það eru verið að skilja eftir svona sérstök svæði svona sem griðastaði fyrir villidýr og fugla. Við erum náttúrulega hérna mest á með fugla. Það sæjum við fyrir sér tjarnir eða einhver svæði sem væru væntanlega fuglasvæði þó eða góð búsvæði fyrir fugla. Og síðan getum við séð að það verið settur upp rannsóknir að bændur komið þar að einhvers konar vinnu í tengslu við það og skipulegar vistgöngur eða gönguferði. Þetta kom nú upp í fyrstu fyrirlesturunum og væri mjög gaman að koma einhverju svoleiðis í gang núna í sumar. En annað mætti efna er náttúrulega endurheimt vistkerfa, það voru votlendi og uppfoka land. Það er líka möguleika að verndun minja. Ákveðnir minjar hafa oft skapað sérstöðu og eru orðin hluti af náttúrunni. Þetta er svona búsetu eða landslags náttúra. Það eru jafnvel gamlir hlaðnir veggir sem eru orðnir búsvæði fyrir fuglategundir og ýmsan gróður. Og jafnvel má nefna það líka gamlar áveitur, en ég var vitnað í fyrra, það komið í fyrra hjá þessum bónda sem var að endurvekja gamla áveitu til þess að auka bæði fjölbreytni í gróður og bæta gróður og líka til að fá meira fuglalið. Og það besta við að bara þarna við hliðina er hann með framræst tún sem hann vildi halda líka í funksjón, framleiðslunni. En var að reyna að hafa votlendi samt í lagi þar fyrir ofan. Og ég ætla að bara hlaupur, ég var búin að fara yfir þetta daginn. Þannig að svona í lokum þá ætla ég bara að nefna og endurtaka, við viljum að
þeir sem fara í verkefni með okkur núna í sumar, þeir svost í hugi að vel af hvaða tækifæri þeir hafa og við viljum að þetta verði raunhæf verkefni og þau falli þá inn í það búskaparform sem er núna þegar á jörðinni. Og þannig að bæði þess að var áhugi og tími og það er áhugi held í flestum en það er alltaf spurning tíman. Og það er mjög mikilvægt og það kom mjög skýrt fram hjá Brendan og haft svona sér viðmið í búrrenverkefninu að það sé ekki verið að kannski draga úr búskap heldur á þetta bara bæta það búskap sem fyrir er. Það er ekki nema að það sé bara ofbeit eða eitthvað sem þarf að gera eða aðri hvatar sem að við viljum að það sé dregið úr búskap á jörðin heldur að búskapurinn haldi sig bara eins flottur og góður og hann er á jörðinni en þetta verður bara viðbútt. Og oft betra að taka svona lítil skref þá í einu. Og fyrsta skrefi gæti þá verið að kortleggja svona hvaða möguleikar fyrir hendi og hvaða sem einkennir jörðina. Hvort það sé þarna einhverja plöntur á válistum eða hvaða verndagildi ákveðin svæði hafa. Og við höfum ákveðið að halda skráningafresti þátttöku í verkefninu opinni til 15. maí. Þannig að við erum svona hvetja áhugasama að fara að skrá sig. En ég ætla ekki að hafa þetta lengur. Við erum búin að vera fara býsna vel yfir og mikið efni.